Ágætu elskuðu vinir, Biblían full af fróðleik og Biblían söguskýringabókin besta og hún segir okkur frá ýmsu sem að við að öðrum kosti líklega myndum ekki vita og þeir tímar voru í þessum heimi að það voru engin stjórnvöld. Við erum kannski fúl og reið út í stjórnvöld, en þeir tímar voru í veröldinu, það voru engin stjórnvöld. Og hver gerði bara það sem hann vildi og ekkert yfirvald og engur skattar og ekki neitt. En ég held það, ef ég les af biblíulesturinn mínum, að það hafi heldur ekkert verið að gerast neitt í þessu löndum og svona bara í lífi fólks annað bara að draga andan og vera til. Menn voru ugglausir, menn hugði ekki að því að það var synd í heiminum, hún var komin þá því og við veitum að syndin komi skilnistri góðs og ills og allt þetta illa sem við erum að glíma við þetta var á þeim tíma, en það voru engin yfirvöld og við vitum til hvers yfirvaldið en það til þess að leiða fólkið og annars það og svona gera ýmislegt og margt af því sem gert og allt þetta stæðstaf og viða mesta hefur verið framkvæmt að ríkinu því að ríkið hefur peningin og það peningurinn viðhelst í gegnum skattgreiðslur okkar. Þannig ríkið stakk búið til þess að gera ýmislegt og svo getum við alltaf deilt það hvort nóg sé gert. Það er allt annað mál. En þeir tímar voru það sem ekkert yfirvald var. Og það hafa verið ábyggilega svolítið merkilegi tímar en líka tímar þar sem í raun ekkert var að gerast. Ég held það. Engu var framkvæmdin einn staðar og bara hver sat undir sínum Mexikana hatti og hristi teninga, kannski. Það allavega sagt það að fólkið sem þannig lifði var ugglaust, hugði ekki að sér og var svo óundirbúið, kæmi eitthvað óvænt að. Það bara leta vaðið yfir sig. Stjórnvöld og ríkisstjórnir einmitt til þess að annast þegnana og sjá allar varnir. Akkur varnir? Af því það er synd í heiminum. Það er illska í heiminum og hún sækir alltaf á. Af því að hún er illska og af því hún er til þess að valda usla og slíkara þátta. Í dómarabókinni það talað að dómararnir eins og Biblían talar dómara að þeir hafi verið fyrsta yfirvaldið sett á þessa jörð. Þeir hétu dómara, við getum sagt í dag konungar og ríkisstjórnir í dag. En þeir hétu dómara, það er svona fyrsti vísirinn að stjórnvaldi. Fyrir tíma dómarana þá var þetta ekki til. Þetta er merkilegt. Nú sjáum við bara þróunina. Þegar við hugsum þetta í stóra samhenginu, auðvitað hlaut að koma einhverjum tímapunkti upp afl sem hugsaði landið, sem hugsaði þegnana, sem gerði allt sem þyrfti til að mynda til að standa gegn ef einhvað ætlaði sér að koma sem ekki átt að koma. Það er það versta af öllu vondu þegar við erum ugglaus, erum bara áhyggjulaus og bara allt í gútten og hristum okkar teninga undir okkar stóra og víða Mexikana hatti, búum bara þar. Þetta er ekki gott, en svona var þetta eins og ég sé þetta. Skulum bara lesa þetta kanni. Þetta er 18. kafli dómarabókarinnar í Gamla testamentinu og hljómar svo. Við lesum hérna nokkur vers, skulum byrja bara í fyrsta versi. Í þá daga var engin konungur í Ísrael og í þá daga voru niðjardans enn að leita sér að arfleið til búsetu því þeim hafði ekki enn hlotnast nein arfleið meðal ættkvísla Ísraels. Þegar það eru 12 ættkvíslir Ísraels en þessi Dans ættkvísl hafði ekki fengið neitt og nú er hún að fara að leita sér að bústað, landi til eignar. Arfleið með ættkvísla Ísrael. Niðjardans sendu þó 5 hraustamenn af ætt sinni
úr sínum hópi hjá Sore og Estól til þess að kanna landið og rannsaka það og sögðu við þá: farið og rannsaki landið. Þeir komu upp í Efraim fjöll til hús Míka og voru þar nætursakir. Þegar þeir voru staddir hjá húsi Míka þekktu þeir unga Levítan og málfar hans og spurðu hann: hver hefur fluttið hingað? Hvað hefur þú hér og hvernig er vist þín hér? Þarna var þess að Levíti sem var Ísraeliti og þeir svona fara að spyrja hann: er ekki fínt bara að vera hérna? Hvernig er að vera hérna? Segðu okkur frá því. Og hann sagði við þá: eitt og annað hefur Míka gert fyrir mig. Hann réð mig til starfa og gerðist ég prestur hann. Þá sögðu þeir við hann: gakk þú til frétta við Guð svo að við fáum að vita hvort för svo lánist sem við hyggjumst nú fara. Presturinn svaraði þeim: farið heilir, förin sem þið eruð að leggja í er drottni þóknanlegt. Síðan fóru mennirnir 5 leiðar sinnar og komu til Lais og sáu þeir að fólki sem þar bjó var áhyggjulaust að hætti Sídoninga, öruggt og óhöld, að ekkert yfirvald var mönnum til ama þar í landi og þeir voru einnig langt frá Sídoningum og höfðu engin samskipti við neinn. Sem sagt, þarna var fólk í þessu landi sem þeir eru að koma til að kanna, það er bara áhyggjulaust. Og það segir frá því að það hafi verið þannig líka hjá, það er talað um Sídoninga, það hafi verið eins hjá þeim. Þeir voru bara áhyggjulausir og auglausir, og að því að þeir voru áhyggjulausir og auglausir og bara, þeir voru bara undir, ég sagði, voru bara undir sínum mexikana hatti að ristandi teninga og kastandi þeim og gerði ekkert annað kannski. Þá náttúrulega gátu þeir ekkert vita um það að þarna voru menn sem ætluðu sér að taka þetta land. Og Guð sagði þeim að hann væri með þeim og þeir myndu taka. Af hverju? Af því þeir voru ekkert að gera neitt til að halda því. Þeir voru bara hver með sjálfum sér, höfðu ekki samskipti við nokkurn mann, sátu undir hattinum, stóra mexikanska hattinum, þið viti hvernig þeir eru svona barðmiklir, og bara byggu þar, hristandi sína teninga og vissi ekki neitt, ekkert að gerast og ekkert að vera í þessu landi. Hvað er þetta annað en kennsla um það að við þurfum að standa vörð? Og Drottinn segir bara: farið og takið þetta land. Þeir munið ekki fá neina mótstöðu því að það er engin að pæla í neinu slíku. Hvað er þetta annað en að óvirða það sem maður á? Þegar maður hefur ekki ræna á því að leiða hugana því að maður þurfi nú kannski, getur nú komið upp svo staða, maður þurfi að kannski að hafa eitthvað fyrir því að vera þarna. Er það ekki lífið? Hefur ekki lífið kennt okkur þetta? Þarna er Drottinn að sýna mér og þér og öllum þjóðum hvernig þetta er. Og þarna talað um Ísraelsmenn, þeir fara dansættkvíslin er ekki búin að fá neitt land og þeir vilja fá sitt land eins og hinnar 11 kvíslarnar ísraelsku og þeir fara að stað og koma þarna í þessi lönd og það sem er bara ekkert yfirvald, ekkert að vera, fólki bara rólegt og slagt og svo bara kemur þetta yfir og þeir missa landið. Þeir sátu bara undir sínu mexikana hatti og hristu teninga allan daginn, vissi ekki neitt, voru ekki samskipti við neitt. Þetta er fyrir tíma ríkisvaldsins, konunga. Hvað sem við síðan höfum þá að segja? Það eru margar skoðanir þá og sem er ánæður og aðrir ekki, eins og gengur. En þarna var ekki til staðar. Og við sem að lesum Biblíuna vitum að ríkisvaldi er skipað af Guði. En þarna er ekkert svoleiðis. Kannski komið upp í Ísrael, ég veit að reyndar ekkert hvort að konungarnir komið þá, en dómararnir eru allavega að koma þarna inn.
Var ekki Samson, eða kannski var Gídeon fyrsti dómarinn, svona sem að nafni er, en allavega hann kemur hann inn og gerir heilmargt Gídeon. Og það segir frá því, hérna í 8. kaflanum sömu bókar, dómarabókarinnar, kíkjum aðeins á það. Það 22 og 23, skulum skoða hvað það er. Þá sögðu Ísraelsmenn við Gídeon, drottnaði yfir okkur, þú og sonur þinn og sonarsonur þinn, hér þú hefur frelsað okkur undan Mídjan. Gídeon fór í heilmikla för að boði Guðs og vann stóra sigra með fáum mönnum, við þekkjum þá sögu. En nú svo komið að þeir vilja að hann bara leiði sig. Hvað er þetta annað en hróp það að einhver sé yfir þeim? Kannski voru þeir áður orðnir kannski búin að átta sig á því að þeir þyrftu að hafa eitthvað vald yfir sér til varnar og sem að leiddi þá og segði þeim til og gerði svona ýmislegt sem að við í dag vitum að ríkisvald gerir. Þannig þetta allt saman að byrja. En við lásum svo í hinum kaflanum, í 18. kafla, þar sem menn eru ugglausir, og það líklega, ég hugsa nú að sá kafli sé fyrir tíma Gídeons, þetta nú ekki alltaf í réttir röð í Biblíunni, og ég, svona eitthvað segir mér það að sú saga sé eldri en saga Gídeons. En þarna komið að því að þeir eru búin að átta sig á því að þeir þurfa einhvern til að leiða sig, stjórna sér, eru þarna að kalla með óbeinum hætti fram einhvað sem við í dag myndum segja að væri ríkisvald. Leitt þú okkur, segja þeir við Gídeon, og þú og synir þínir og sonur þinn og barnabarn. Og hvað segir Gídeon við því? Og Gídeon sagði við þá, ekki mun ég drottna yfir ykkur og ekki mun sonur minn heldur drottna yfir ykkur, drottin skal drottna yfir ykkur. Og Gídeon sagði við þá, ég vil biðja ykkur bónar. Ef við lesum þetta ekki, þarna segir hann, nei, ég ætla ekki að gera það, en drottin ætlar að gera það. Og hann yfir Ísraelsmönnum, hefur alltaf verið, þeir hafa alltaf verið í slagsmálu við hann alla tíð og eru ennþá líklega. En hann sem sagt kom svo upp þessum konungum, fyrst dómurum, sem höfðu bara ígildi stjórnar, þannig sé, svo komu konungarnir, sem náttúrulega bara pólitist embætti alveg í gegn, og við höfum ríkisstjórnir sem af þessum meiði, sem konungameiði, með sama hlutverk sem að sjá landið, sjá þegnana, gera ýmislegt í landinu sem að verða þegnunum til góð, og það hlutverk ríkisstjórna, allra ríkisstjórna, að fara vel með sitt fólk. En á því hefur verið misbrestur, því alls konar öfl hafa komið upp og sumt ríkisvald hefur farið beinlínis illa með fólk, en samt þetta allt saman samkvæmt mínu skilningi orðið Guðs skipað af Guði. Og allt saman gert til þess að leiða, við vitum að það ekki allir sem leiða réttan veg, og þetta alveg mjög vel þekkt saga í mannlífinu, að það ekki allir sem leiða réttan veg. En þeir leiða, en hvert eru þeir að leiða? En segir okkur það að maðurinn þarf að hafa leiðtoga yfir sér. Hann þarf að hafa þessa vend yfir sér, þessa stjórn yfir sér sem að segir einhvað og sér ákveðna þætti sem útilokað fyrir menn að gera hver í sínu horni, en ríkisvaldi ekki maður hver í sínu horni. Nei, það hefur ákveðna sýn hvernig ég að gera þetta og gerir það. Þess vegna eru til að mynda varnir uppi í löndum. Við lásum fólk áðan sem var uglust. Eins og ég segi, þau sátu bara undir sínu mexikana hatti og hristu teninga. Áhyggjulegt líf. En veit ekki þetta sem að Ísraelsmenn að fara að gera, að þeir ætli bara að taka þetta land og drottinn segi, ég með ykkur í þessu. Akkur skildu menn halda því sem að þeir eiga, ef þeir ætla sér hvort þeir ekkert að hafa neitt fyrir því að eiga þetta og hafa þetta. Er það ekki að fara illa með það sem maður hefur og treyst fyrir jafnvel? Jú.
En þessi hugsun að þetta sem við vitum í dag að ríkisvald var ekki til á þessum tíma. En kannski að fæðist kannski fram með þessum aðgerðum þessara manna sem kom og tóku landi, að það væri nú kannski rétt að vera með eitthvað batteri sem að sæjum til að mynda varnir. Kannski voru ríkisstjórnir og konungsembættin svona til að byrja með hugsu svona sem varnartæki, sem fylgdist með því þegar eitthvað kæmi og svo þið blásið í lúðra og líðurinn gerður undirbúin fyrir það sem væri að koma. Af hverju? Af því eins og við vorum að tala um áðan, það er illska í heiminum. Og þessi illska var jafn mikið þarna í andaheiminum eins og við erum að þekka í dag, hefur ekkert bæst neitt við hana. En spurning alltaf hversu mikið hún opinberast í lífinu. Við veitum það er mikið illska í dag, sjáanlega út allt, það er vegna þess að við erum alltaf að slaka á trúnni. Við erum alltaf að gera Guð minni í okkar lífi. Og eftir því sem Guð verður minni í okkar lífi, þá vex hitt ásmegin. Þetta er bara lögmál í þessu dæmi. Þannig að við erum miklu betur meðvitað um þetta sem eigum til að mynda kristna trú. En þessir menn voru ugglausir. Þeir vissu þetta ekki. Og þeir voru bara ekki samskipt við nokkurn mann og vissu ekki neitt. Lifðu bara í landi sem eins og ég sé þetta var ekkert að gerast í. Og svo komu þessir ágætu menn og þeir bara tóku þetta allt af þeim. Sjáðu stríðin í dag, við erum að horfa núna á Rússana að berja á Úkraínu mönnum og þetta er út allt náttúrulega, við tökum það dæmi. En þeir eru til varnar Úkraínu menninni greiðin að reyna að standa gegn þessu ofurefli. Þannig að í dag höfum við þessa ríkisbatteri sem sér ákveðna þætti hvað sem við síðan höfum það að segja. En einu sinni var þetta ekki til. Og hver efast það að þetta þurfi ekki að vera, við þurfum ekki að hafa ríkisstjórnir og ríkisvald og pólitík sem að sér sína þessa þætti. En pólitíkin er náttúrulega bara menn og allir menn eru breskir og misjafnir og mistækir. En breytir ekki því að þetta þarf að vera. En einu sinni var þetta ekki. Og það er svolítið merkileg hugsun finnst mér að hugsa til þess að einu sinni var þetta ekki. Voru einhver skattar. Það var ekkit yfirvald til þess að ergja menn og einn eða neitt ná. Og þetta bara svæfði all landið. Og þeir voru ugglausir, áhyggjulausir og bara voru ekki samskipti við nokkurn mann. Þetta eins og segir þarna. Svo voru þarna nokkri menn og þeir bara hirtu þetta af þeim. Þetta myndi ekki gerast í dag nema með gegnum átök. Það var ekki þarna að sjá. En þarna kom upp stétt sem heitir dómarastétt sem var svona, voru sínir yfirmenn, var sitt yfirvald, þeir skáru úrum í málefnum manna og svo framvegis og höfðu svona vald í gegnum þetta embætti sem hét þá dómari. Við leggjum annar skilning í embætti í dag, við veitum að dómari dæmir, en þetta voru ekki þannig menn, þetta voru bara svona pólitíkusar. Pólitíkin í dag er svona arftæki af þessum embættum sem þarna urðu til, konungarnir og svo ríkisstjórnirnar eins og við þekkjum það í dag. Og við vitum, ef við viljum vera sanngjörn í garð ríkisstjórna, þá þurfa þeir að vera, en svo er það alltaf spurningin það, er ríkisstjórnin góð eða vond? Það bara fer eftir í hver talar, hvernig þau málu öll sömul eru vaksin. En breytir ekki því að þetta er skipulag sem verður að vera. Því að við skulum bara taka Ísland sem dæmi, að áður en að ríkisstjórnin, ríkisapparati fór að gera ýmislegt. Hérna á tímum róðrabátana, þegar ekki var neitt annað, þetta voru hafnleysur út allt. Og svo fer nú að koma að því að svona einn og einn útgerðarmaður fer að byggja sér eitthvað bryggjuhaus, og það náttúrulega bylti örugglega aðstöðunni fyrir viðkomandi útgerðarmann, því að nú gat hann látið bátinn sem leggjast við bryggju
og þetta er ekki fyrir 1800 og eitthvað sem þetta er, og við erum búin að vera með róðra hér frá bara, hvenær var land fyrst numið, var það ekki allavega fyrir 1000 var það, en tíma fram að 18. og 19. öldina þá var engin höfn til, hugsið ykkur, og það er höfnir sem komu fyrst og var enga framtak manna og viðhald misjafn, fór bara eftir efnahaga manna, og þetta var allt meira og minna lélega byggingar sem þessar bryggjur voru. Kannski voru sumar veglegri, kannski voru varanlegri efnum eins og grjótið einhverju slíku, en yfirleitt voru þetta einhverju staurar hérna reknir út í sjóin á einhvern stað og búin til bryggja sem að molnaði svo niður vegna þess að það var ekkert viðhald. Af hverju? Af því að það er ýmislegt sem getur gerst þar, maðurinn hættir að gera út og hættir þar með að hugsa þessa bryggju sína, og aðri voru á notana kannski, af því það var enginn á notana, svo hélt þessu enginn við og þetta bara ónýttist. En svo kom að því að ríkið fór að ganga inn í þessi verk og tilurðu álveru bryggjur, og ríkisvaldi tók ábyrgð á þessum bryggjum og hélt við og svo framvegis, og það er þetta sem að ríkisvald gerir. Þó að ég sé að byggja einhverja bryggju út í sjóin, að þá er það spurning hversu viljugur ég er að halda þessu við, og það er grotnuðu niður allar þessar svona heimagerðu bryggjur, ef svo má segja. En það getur ekki yfirvaldi leyft sér, af því að við höfum yfirvald, við höfum ríkisstjórn, við höfum ríkiskassa sem að tekið úr til að mynda til þessara verkefna. Og sjáu þessa góðu vegi í dag. Þessi vegir hérna í gamla daga, þetta var allt meira og minna gert af vanefnum, ég hygg nú að svona flestir þessi álfuru vegir hafa nú verið svona ríkisframkvæmd. Það er ekki fyrir 20. öldinni sem það byrja. Hvernig voru vegirnir á það? Það voru einhverju vegir. Þetta voru bara slóðar og kannski einhverju tróningar upp að bæjum sem að bóndi lagði og misjafn hvernig frá var gengið. Og viðhald og allt. En svo fór þetta að breyta að því að ríkið fekk meiri peninga og það fór svona að koma ný hugsun inn í sambandi og það var náttúrulega meira til, og við erum með varanlegt í dag margt. Við búum við góða vegi sem að ríkisvaldið sér að halda við, að því það á pening og það hefur aflið í þetta sem einstaklingurinn getur ekki haft. Þannig að við sjáum í stóru myndinni, í stóra samhenginu, er þetta ríki alveg gríðarlega mikilvægt. Og það sér ýmsar varnir sem við höfum ekki hugmynd um. Þó við séum uglus undir okkar Mexíkana hatti að hrista teninga og sjá hvað kemur upp, allan daginn kannski segjum það, þá getur ríkið ekki hagað sér þannig. Af því það er til, það er komið upp. Við sjáum með þarna Gídeon áðalásum það þegar kallarnir sögðu, Gídeon, verð þú yfir okkur, þá eru þeir búin að átta sig á því að þeir þurfa leiðtoga. En þessi þjóð sem þarna var, þeir fóru til við lásum á það, sem stóðu uglös bara, þeir voru ekkert að pæli neinu. Allar að síst einhverju svona. Eins og ég segi að þetta þau bara sátu undir sínu Mexíkana þetta, hristu teninga og sáu hvað kom upp. Það var ekkert að gerast. Þetta verið mjög merkilegt tímabil, mjög einkennilegt tímabil, en líka mjög lærdómsríkt tímabil sem segir okkur það að þetta gengur ekki svona, bara alls ekki. Ef við hugsunina alveg til enda, við sjáum að þarna er hópur sem er að hrista teninga undir Mexíkana hatti, sem hann reyndar ekki til það, ég tala svona, og einhvers staðar í fjarska eru menn að plotta, þeim vantar land, ég ætla að sækja þetta land, og þannig eru menn, þeir eru hvort er ekki að gera neitt, auðvitað mistu þeir sitt land, og þeir fengu þetta, þessir ágætu menn og yrtu það, því að Ísraels menn hafa nú alltaf verið duglegir við að yrkja, og alls þar það sem þeir komu, þar renkaði nú allt og gróður reitirnir eru stærri, þannig það hefur alltaf fyllt Ísraelsmönnum svona,
svona ávaxtasemi og svona vöxtur í öllu, hann bara svo merkilegt með það. Já, merkilegt, ég veit ekkert það, þeir náttúrulega hafa Guð og eru konur með hann þarna og Guð að hleypa þess að stað. Þessu yfirvaldi sem ekki var áður en núna að koma upp og það kom upp með þessum dómurum. Við skiljum orðið dómari allt öðru í dag, en dómari á þessum tíma var bara yfirvald. Og á dómarun komu svo konungarnir. Á konungum og dómur komu ríkisstjórnirnar sem við erum með allt í kringum okkur í dag og það efast enginn það að þetta sé hægt að hafa þetta einhvern veginn öðru sig. En síðan hefur þetta kannski gengið sér meir og minni til húðar vegna þess að ofstjórnin orðin allt of mikil á öllu og frelsi manna til athafna orðið of lítið. Þetta allt mannaverk, allt svoleiðis. Það breytir ekki því að ríkisstjórnin leiðandi afl sem hefur sitt vægi í þessu og gerir margt sem ég veit ekkert til að mynda varðandi varnir, varðandi öryggi og slíkt. Hver það sem kveikir og hringir bjöllum þegar til og með verður eldgos í landinu? Það ekki ríkisstjórnin? Það ekki valdhafar? Það ekki tengt valdum? Hver sér að koma upplýsingunum til fólksins og fjármagnar dæmi? Það ekki ríkisvaldið? Jú. Ekki einstaklingar. Því að aflið býr í ríkisstjórnum því að þar eru allir peningandi sem þarf, sem útiloka væri að einstaklingar getur gert. Og einstaklingar hugsa ekki eins og ríkisvaldi. Ríkisvaldi getur aldrei hugsað eins og einstaklingur. Ríkisstjórn verður alltaf að hugsa heildina. Það snýst ríkisstjórn. Og þessi dómarar sem komu, þeir voru með þessa hugsun. Og hvaðan þessi hugsun komin? Frá Guði. Og þeir brýndu og hvöttu þjóðina. Við sjáum þegar forseti Íslands, herra núna já, þegar hann talar, hvað þetta meira annað en bara brýning og hvatning til þjóðarinnar? Ekkert annað. Þeir sjáum þetta bara hlutverki þeirra. Síðan getur við eins og ég sagði við haft alveg 1.000.000 skoðanir á þessu öllu, hvað okkur finnst. En breytir ekki því að pólitíkin komin til þess að vera, hún komin til þess að gera ákveðna þætti sem að útilokað væri að einstaklingar gerðu. Ef að einstaklingurinn ætti að fá að ráða þessu, þá sæti hann bara undir sínum Mexikanahatti og hristandi teninga og væri ekkert að gerast í kringum hann. Þetta var það sem var fyrir tíma dómarana, fyrir tíma nokkurs yfirvalds. Svo fórum þeir að koma og þeir fóru að taka 10% af fólki sem orðið miklu meir í dag. Það búið að skekkja þessa mynd aldrei mikið. Þá voru til peningar sem að ríkið hafði til aflögu, til úthlutunar og framkvæmdirnar byrjuð. Ég talaði hér áðan hafnirnar á Íslandi. Það urðu einhver alvöru framkvæmdir í höfnum að dæmi sér tekið fyrir ríki kom inn í það. Það á 20. öldinni sem sem við förum að sjá ykkur alvöru hafnir í þessu landi. Það var eftir að ríki kom inn. Og við fórum að sjá góða og fína vegi eftir að ríki fór að leggja meiri áherslu á það. Svo sem tilknúið, því að það urðu bara breytingar, bílar voru að koma og skipin sem við vorum með voru ekki lengur árabáta, þetta er stór skrúfuskip, vélskip og það kallaði bara á sitt. Og þetta var þetta hvatinn, en peningarnir voru til staðar og ríkisvaldið með það afl sem þurfti í framkvæmdina. Nú var það ekki lengur það að einstaklingar útgerðarmenn reistu sinn bryggjustöpp fram í sjóin sem að svo grotnuðu niður vegna þess að það var engin til að halda þessu við. Nú var komið afl ríkisins inn og sem sá þessi mál og gerir enn. Og það hvarflar ekki að nokkru manni að færa þetta yfir á einstaklinga. Það held ég sé enginn sem pælir í því að höfnin sé betur rekin í höndum einstaklinga. Þetta allt saman orðið við þetta mikið breytt því að það eru til margir fullt af einstaklingu sem eru vellauðir menn.
En þetta eru einstaklingar og þeir munu aldrei hugsa eins og ríkisvald, eins og dómararnir í byrjun sem upphafið að öllum ríkisstjórnum og síðan konungarnir og svo, þetta allt sprottið af svona dómurum. Ef við vorum að lesa áðan í 18. kafla dómarabókarinnar, það sem var ekkert ríkisvald og menn sátum sér vera að tala bara undir sínum hatti, Mexikana hatti, þið hafið séð þetta eru risastórir hattar og ristu teninga. Það var ekkert að gerast í kringu þá og svo var hann 600 manna hópur og hann bara tók landið þeirra. Þeir höfðu ekki hugmynduð allt inn og voru konur ekki vopnaði menn og hvaðan komuðu nú þessir? Þeir voru ugglausir, höfðu ekki áhyggjur á nokkrum hlut, en það var ástæði til að hafa áhyggjur því að heimurinn er illur. Við verðum að vera vakandi á verðinu og hver veit þetta ekki í dag? Hver veit ekki að sofandi maður hann gengur að feigðar á sig? En sá sem er vakandi, hann er nú nokkuð segur. Við viljum vera þetta vakandi fólk og þess vegna viljum við að ríkið sjáum ákveðna þætti fyrir okkur eins og til að mynda allar varnir, allar læknistjónustu, eða mest svona obbana læknistjónustu, allri svona barnakennslu og svona grunnskólakennslu þannig að menn læri að lesa og skrifa, þess að grunnþætti. Af því ríkið hefur aflið. Einu sinni var þetta ekki. Og ílskan var yfir. Ég er ekki að segja að ílskan hafi rekið Ísraelsmennin þarna, en allavega þeir fara og taka þetta land af þessu fólki sem var ugglaust, áhyggjulaust, með ekkert yfirvald yfir sér og það var enginn til að leiða, það var enginn til að stjórna, það var enginn sem hvatti eggjaði menn og svo framvegis. En þetta gerir ríkisstjórn, hvað sem okkur finnst um hana, hún gerir þetta. Við talaðum forsetan áðan, við heyrum ávarpið frá honum og hann er í þessum gír, bæði þessi forseti sem nú er og allir aðri forsetar íslenskir og undan honum gera það líka. Og þú heyrir oft svona eggjandi orð frá valdhöfum, það er ekki rétt. En það er náttúrulega lenska í dag að vera á móti ríkisstjórnum, við þekkjum það allt saman og það er engin ný bóla. En samt af sem þarf að vera vegna aðstæðna í heiminum, vegna þess sem maðurinn hefur gert og þetta hefur meira gildi núna í dag heldur líklega nokkun tíman áður vegna þess sem við eigum, sem við höfum búið til, svo vopnabúr þjóðana. Fyrir 500 árum, 400 árum segjum það, þá var þetta ekki til, en það. Hvað notuðu þeir þá? Þeir notuðu spjót, bóg og örvar og grjót. Svo sem banvænt allt saman það er annað í dag. Menn skjóta sprengjukúlum kannski 100 kílómetra gegnum þessa eldflöga sem þeir nota. Og byssukúlan þýtur marga kílómetra og drepur á leiðinni. Þetta er eitt af því sem stjórnvöld þurfa að vera á varðbergi fyrir, gagnvart sínu fólki, því að þeir hafa skyldur gagnvart mér og þér. Hvað sem okkur finnst það? Þau hafa skyldur. Og þau vita fullt varandi öryggisþætti til að mynda Ísland sem ég hef ekki hugmynd um. Og þau eru með fullt af plönum alls konar sem ég hef ekki hugmynd um, en veit að er þarna vegna þess í grunni skil hvernig stjórnvöld starfa. En einu sinni var þetta ekki svona. Og mann bara sátt undir sínu Mexikana hatti, svo segi það einu sinni og reistu teninga. Skutluðu þeim á jörðina og sá hvað kom upp. Og ekkert að gerast í neinum, en það segir frá því að þeir höfðu ekki samskipti við nokkurn mann, en við neitt í kringu sig. Voru bara auglausir og áhyggjulausir.
og þess vegna hægt að gera hvað sem er, og það gerðist og þeir mistu landið. Nei, vinir, það er mjög gott fyrir okkur að rifja svona upp, af því að kannski gerir það okkur eilítið þakklátari fyrir það sem við þó höfum, því að einu sinni var þetta með öðru sniði, einu sinni var þetta ekki svona. Auðvitað hlaut að koma að því að einhvern afl kæmi upp í heiminum sem að leiddi fólkið, vendaði fólkið í þessari ílsku. Á þessum tíma sem þetta er, þá var sama ílska til og við erum að glíma við í dag. En þeir höfðu ekki neitt. En við höfum þó allavega ríkisstjórn og ríkisvald, og við sem eigum Jesú eigum náttúrulega alla vörn sem við þurfum til þess að standast þetta. Þetta er andleg mein, þessi ílska, hún er andlegt mein. Sem ríkisstjórnin auðvitað ræður ekkert við, en hún getur varist því sýnilega, sem birtist í herjum, sem birtist í glæpamennsku, sem birtist í alls konar innflytningi sem við viljum ekkert að sé hérna og svo framvegis og framvegis. Og ríkið er að fjármagna þetta allt meira og minna, þó við vildum auðvitað fá meira inn í forvarnir og annað slíkt. Það er alltaf matsatir í hvernig við viljum hafa það á hverjum tíma. En þetta er ríkisvaldið. Ríkisvaldið er ekki til að safna peningum, heldur til þess að fá peninga til að gera einhver með þessum peningum, til að mynda að setja í varnir og alls konar sem við njótum góðs af sem þjóð. Til þess höfum við ríkisvald. En þessir ágætu menn, þeir höfðu þetta ekki. Þú voru bara auglösir, áhyggjulausir, bara drógu andan og sátu og ristu teninga. Ekkert að vera. Eða þannig les ég þetta. Þú getur lesið þetta bara sjálfur, þetta er 18. kafli dómarabókarinnar, og svo færð þú kannski allt annað út, það er bara allt í leið með það. Svona blasir þetta við mér þegar ég sá að þeir voru bara ugglausir og bara, ég veit ekkert hvort þeir voru að hrista teninga, það er nú bara skáldskapur í mér, en þetta er svona eins og ég sá það sjálfur. En hvað það? Það voru þeir þarna að ég voru ekki að pæla neitt. Eins og ég segi líka, ekkert að gerast í kringum þetta fólk, blessaða fólk. En við getum ekki leyft okkur að gera þetta, af því við vitum svo miklu meira. Við vitum til að mynda þessa grasserandi ílsku. Hún hefur fyllt mannkyni allar götur. Hún opinberað leystist úr læðingi við skilningske treð góðs og illt, og þá voru bara 2 manneskjur hérna á jörðinni. Og þetta illa leystist úr læðingi þegar aðeins voru 2 manneskjur til. En núna erum við 7 miljardar. Og þetta illa afl er bara leyst úr læðingi, er valsandi en sigraði í Jesú nafni, og við sem erum í Jesú erum tekin frá og höfum allt sem þarf til að sigrast á þessu, og við gerum það. Það heiti kirkjan. Ríkisvaldið er annað. Það er svona heimslega ásjónan á þessu öllu saman. Kirkja er annað, hún er andleg og verður áfram andleg. Hitt er veraldlegt og verður áfram veraldlegt. Dómarnir, þetta var veraldlegt vald, konungarnir er veraldlegt vald, en kirkjan er andlegt vald sem berst við hið ósýnilega og hefur sigrað hið ósýnilega, þaðan sem allt á upp af sig. Það byrjar allt þar og birtir svo í einu sýnilega. Til að mynda kannski fyrir einhverja í herjum, vopnum, búnum herjum sem ætla að taka landið. Við sjáum þetta í Úkraínu í dag, þar sem að Rússarnir eru að reyna að taka Úkraínu. Ég veit ekki hvernig það fer, Guð veit það. Svona er heimurinn. Hann hefur ákveðið afl í þessum valdhöfum, en einu sinni voru einhver valdhafa. Og það var versta ábyggilega sem að hægt er að hugsa til, það hafa ekkert til að leiða sig. Þó ríkisstjórnir séu ekki allar góðar, þá eru þar samt með leiðandi afl og gera eitthvað fyrir einhverju og þjóðina. Þrátt fyrir, því að þeir verða að gera það, því annars bara
fengið þér alla upp á móti sér. Þess vegna gera þér einhvað til allavega að hafa nógu marga góða að þeir geti sjálfur verið þar sem þeir eru. Þetta er mannlegt skipulag. Þó að ríkisstjórnin séu skipaðar af Guði og hann hafi svona puttan og fingurinn í þessu öllu saman, trúi ég, þá er þetta samt mannlegt skipulag í Jesú nafni. En allir segja þetta ekki gott, og ég trúi því að þú hafur fengið svona eitthvað til þess að hugsa um og móður og velta fyrir þér, og tilgangur ekki annan. Konráð Rúnar Friðsson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram, og að því að þú ætlar að biðja með hann minni þetta. Amen.